Sigur Emerson heiti ég, daginn og dag, 21. september, ég sé fréttir. Spánska veikin búin að herja yfir allan heim. 50 til 100 manna hafa dáið og 500 manns hér á landi eru lánir. Veikin sögð að komið botnskipum frá Kaupmannahöfn til Íslands. Lítið nánar það, ég veit þinghlustuðar. Þakka þér fyrir, Sigurður. Ég heiti Kristófer og ég ætla að ræða við læknir Viktor. Góðan daginn, Viktor. Góðan daginn, Kristófer. Þannig að, getur þú sagt mér, hvar byrjaði þessi veikin? Hún byrjaði í Kansas í Bandaríkjunum. Þannig að veikin mjög langt á landinu? 500 manns hér á landi eru látnir og 50 til 100 milljónir út í heimi, en já, þetta er mjög skæð veikin. Já, ég trúi því. Geturðu lýst einkennum þessara hræðilegu veiki? Já, að öllu því að sjálfa veikinu stertir er mjög einkennileg og að öllu leyti öðruvísi en þær influensasóttir sem ég hef áður séð. Ég er alveg vanur við að sjá í fyrirsóttum barkakauða hálsbólgur og lungakauða lungnabólgur og bæði svokallaðar brokk- og pneumóníur og krúpusar, eyrnabólgur og taugaveiki, uppköst og niðurgangur og konur hafa mist fóstur og sumir orðið hálfbrjálaðir um tíma. En svo þungt lungnakveifs og tíða lungnabólgu sem í þessari sótt hef ég aldrei nokkuð tímann séð. Og þessar blæðingar, blóð streymir ekki bara upp úr nösum, stundum óstöðvandi, heldur upp úr lungum, niður úr þörmum og upp úr maga og gegnum þvagrársina. Lungnabólgan getur komið þótt menn leiki kyrr í rúm og gæti allra varðar. Og þótt lungnabólgan réni fer hjartað að ólmast, hræðsla og kvíði gríp menn og þyngsli koma á andarteppa, menn bólna í andlit á höndum og fótum og kafna svo að lokum. Og svo eftir allt núna saman verða líkin helblá og þetta er það sem gerir þessa influensasótt svo einkennilega og hún er mikið skelfilegri en aðra influensasóttir sem ég hef nokkuð tímann séð. Þetta er nú ekki gott að heyra. Alls ekki. En ein spurning að lokum. Já. Af hverju heitir veikin spænska veikin? Af því hún er sérstaklega útbreidd á Spáni og margir eru smitaðir á mjög skömmum tíma. Já, ok. Þakka Viktori fyrir þetta fræðandi viðtal og hann gaf okkur leyfi við að ræða við sjúkling hans sem er í bráðri lífshættu. Góðan daginn, við erum stödd á spítala og ætlum að ræða við hann Pál sem er í mikilli lífshættu með veikina. Góðan daginn, Pál. Hvenær fyrst þú veikina? Ég fékk hana fyrir með 2 dögum. Úff, fólk deyr oftast 2 dögum eftir að hafa fengið veikina. Já, ég held að ég mun nú hafa það af. Já, ég held nú ekki. Jæja, þá kveðjum við hann Pál sem er í mikilli lífshættu. Hjúka! Hjúka! Nei, honum er að deyja! Honum er að veikur njál! Hann er að deyja! Hjálp okkur! Hræðilegt að gera sér! Já, hann er að deyja! Maður látast í beinni útsendingu. Þetta er hræðilegt. Já, hræðilegt ástand. Já. Já. Já, þakka þér fyrir, Sigurður. Við erum hér staddir á sjúkrahúsi og ætlum að ræða við hann Viktor sem er læknir. Góðan daginn, Viktor. Góðan daginn. Hvenær kom veikin hingað? Hvers konar spyrja? Ég veit það ekki. Vá, þetta ekki að spyrja þetta, þetta spyrja hana. Ég var ekki, Viktor, hafið þetta aðeins meira svona. Þakka þér fyrir, Sigurður. Ég heiti Kristófer og ég ætla að ræða við hann Viktor, læknir. Og hann ætlar að... Já, þakka þér fyrir, Sigurður. Við erum hér staddir á sjúkrahúsi. Ég heiti Kristófer og við ætlum að ræða við hann Viktor. Góðan daginn, Viktor. Góðan daginn. Þannig að hvar er talið að þessi hræðilega veiki hafa byrjað? Í Kansas í Bandaríkjunum. Hvað er það að gera, Fanny? Já, þakka þér fyrir, Sigurður. Ég heiti Kristófer og við erum hér staddir á sjúkrahúsi. Ég ætla að ræða við lækninn hann Viktor. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvenær fyrst þú veikina? Já, þakka þér fyrir, Sigurður. Ég heiti Kristófer og ég ætla að ræða við lækninn Viktor. Góðan daginn, Viktor. Góðan daginn. Getur þú sagt mér, hvar byrjaði þessi hræðilega veiki? Hún byrjaði í Kansas í Texas. Ok, getur þú
sagt hve margir hafa dáið á þessu litla landi okkar? Á Íslandi hafa 5... Sigur Eymundsson heiti ég og ég segi fréttir. Dagurinn, góð.